Dóttir kom í hans stað og hún hefði alltaf verið í dag, en nú Gísli Pálsson sem sagt hér í staðinn fyrir hana. Það er svo við höfum þetta allt rétt. Og síðan verður næsti hádegisfyrirlestur hér á eftir, hann 11. nóvember og þá það Inga Lára Baldvinsdóttir sem ætlar að tala elstu myndaalbúm íslensk sem til hér í Þjóðminjasafninu. En Gísli Pálsson, hann nýbúinn að gefa út bók, eins og flestir hafa sjálfsagt orðið varið við, sem heitir Hans Jónatan, maðurinn sem stal sjálfum sér, og fjallar þennan karabíska þræl sem kemur hingað 1806 á Djúpavogi og gerist þar verslunarmaður og bóndi. Gísli Pálsson mannfræðiprófessor við Háskóla Íslands og jafnframt gestaprófessor í King's College í London. Og ég ætla ekki að hafa fleiri orð þetta, heldur bara að bjóða Gísla velkominn og gjör svo vel. Kæra þakki fyrir að bjóða mér að koma hérna í þessa fyrirlestarröð og kynningu safnsins og mér er ekki væntum að fá að reyla þetta efnisóttið og spjallum það við ykkur. Og sem var kannski tekið eftir sýningu, lítilli sýningu hér í anddyrinu með nokkrum skjörum sem var Hans Jónatan. Mest af því myndir sem eru úr bókinni reyndar en sömstaflar ekki. Og bókin til sölu hérna frammi á 10% afslætti en sagt. En ég ætla ekki að vera mjög langorður. Þetta væntum að ég bara samræði við ykkur ykkar sýn á þetta og hvað ykkur finnst forvitnileg. En ég ætla að byrja á því að fara í gegnum þessa skipnu sýningu. Bara til að gefa ykkur svona blæbrigði af sögunni og staðháttum. Þetta verslunarþýðingur, nýlenduheimurinn í lok 18. aldar og tengst Íslands við þessa sögu í gegnum Hans Jónatan. Og það þetta fyrir sig aldrei flókið að skrifa ævisögu hans sem tilheyrir öllu þessu rými. Móðir hans ættuð frá Ghana líklega í Vestur-Afríku. Faðirinn hvítur skandinavi líklega. Fæddist og ólst upp á St. Croix, fyrir sem til Kaupmannahafnar, ungur árum, elst þar upp og eftir töluvert drama þá fer hann til Íslands. En við getum kannski komið inn á það á eftir við það að skrifa þessa sögu, þá þurfti ég náttúrulega að kynna með staðhætti á þessum stöðum. Ég var vísa ekki komið til Ghana ennþá, en það er svona á dagskrá, en kollegar og vinir í mannfræði hafa unnið mikið í Ghana og ég er aðgangar bókmenntunum Ghana og Vestur-Afríku. Sjálfur staldraði ég á Brennheiðum eitt sumar fyrir löngu síðan og sá þann hluta þessu þrælasögunni. Þetta virkið í Frederiksted á St. Croix og þið sjáu þarna lengst til hægri. Allt hefði það á að sjálfs 1760 og efst í hér á hafninu. Þetta virki reist og móðir Hans Jónatan gæti hafa verið þarna með innfluttum þrælum frá Vestur-Afríku en í þessu rými hafa þrælarnir verið geymdir í hlekkjum endanlega og síðan boðnir upp og seldir á nærliggjandi landtekur. Danir áttu þessa eyju St. Croix í Karíbahafi og þarna hún og maður sér þarna hvernig búið að rista eyjuna upp í eins konar vítakerfi og hver einasti reitur nefndur og skráður. Þetta eru fasteignir og mjög verðmætar í sykurbúskapnum var
stöndugustu plantegrunna voru með kannski 100 þræla og óhemju útflutning og innflutning á þrælum. Þannig að Adam Gottlob Moltke sem kemur svolítið við sögu, einn af valdamestu mönnum í Danmörku um skeið þegar kóngurinn var óvirkur. Hér fæðingarvottorð Hans Jónatans frá fæddur 1784. Ég stækka hérna aðeins upp til hægri. Þetta gegndi lykilhlutverk í sögunni að vissu leyti. Hér Hans Jónatan. Móðurinn Margrete Regina. Tilheyrir generalmajor Zimmermann og lesa þetta hendur síðan. Orðrómur nefnir að faðirinn sé ritarinn á íslenskri þýðingu. Þetta staðfesting drengur hljóðin til, skýrður og vottar eru þarna undir og það sagt töluvert foreldrann. Samkvæmt flokkunarkerfi fræðdómsins þá var hann múlaktur vegna þess að höfðurinn var svört og afrísk og faðirinn hvítur og í skjölum oft myndur múlaktur. Hér framdegran sem hann skráður á, fæddur, Constitution Hill og ég var svona heppinn í gegnum sambönd að fá að fara á þessa planttegrum. Sigur ekki lengur vektaður þar og það búið að splundra upp þessari planttegru. Þetta eru nokkra reglur og húsbóndinn sem hleypti mér inn var verslunarmaður frá Iowa sem seldi húsgögn en það var ákveðlega gaman að rölta þessa slóðir og það fengi svona tilfinningu fyrir aðstæðum en hér planttegran eins og hún var á sínum blómatíma 1784 þegar Hans Jónatan fæddist þarna að það skráður það. Líka með annan fótinn í nærliggjandi bæ Kristiansted og að merkja að þessi eyja furðulega dönsk, götuheitið öllu á dönsku, Dronningsgade og svo framvegis. Þetta var danskt umræðasvæði þessum tíma en í gegnum tíðina hefur St. Croix lotið alls konar herrum, frönskum, maltneskum, hollenskum, dönskum. En Zimmermann áttu stór róður í Danmörku og St. Croix og þeir áttu þessa áttu. Hér Lilleturninn eins og hann stendur, spaðarnir og hornir og með ekki lengur vind en slík minnismerki eru víða á St. Croix. Það út alla eyju. Á hverri planttegru þurfti einhvers konar orkugjafa til þess að knýja mylluna og það voru þessir turnar. Þetta svona ég líki þessi bókinu við Surheinsturna í íslenskum sveitum, hávaxnabyggingar og allar svo til eins. Hér Hans Jónatan fyrst skráður sem bústofn vegna þess að móðurinn var þræll, þá var hann sjálfur samkvæmt skilgreiningu þræll. Fram til því var ekki gengið, en leið hann hefði getinn, þá var hann einn þrælahaldarinn, samkvæmt lögmáli þessa búskapar. Og hér sjáum við Hans Líkrós, það eru húsþrælar og einhvers staðar móðurinn, en hvaðan lag hér hans og til þeim 3 úrlagtar skráðir meðal barna. Þetta kannski árið eftir að hann fæðist, þannig að hann á norðin vara sem þarf að gefa til skatts. Það alveg sérkennileg tilfinning að sitja yfir þessum skjölum á Þjóðskjalasafni Dana. Það eru heilu stæðurnar af þessum þræla skrám, vandlega varðveittar og flokkaðar og kyrfilega bundið utan punktinn
og maður þarf að leysa þetta upp og skoða í nánast í vitna viðvist fyrir verðmætsskjöl og maður svona velti fyrir sér hvað gerðist í höfði þeirra sem að skráðu þetta, sem skráðu fólk sem bústofn og skelltu verðmiðum á fólk og þetta var bústofn. En hér er einn myndir sem er stækkuð frammi, fræg mynd eftir Vínfeld. Þetta er svona götustemning á Kristjánsted, þar sem að drengurinn hefur verið, líklega meira að minna á fæðingu til svona 6-7 ára aldurs. Og þarna sjáum við svona tákn Sigurheimsins. Það eru svartir og hvítir, hrúðbúið fólk og þrælar. Og Sigur punkt þarna einhvers staðar, þrælarskipin út í víkinni. Já, gleymd að nefna því sem þetta. Það er skemmtilegt, þannig að maður margt segja. Ef ég væri listfræðingur, þá myndi ég reyna að túlka hana í alvöru, en þetta er frægt málverk. Eftir bróður von Schottens, sem var Daninn sem losaði þrælana undan þrældómi 1848 minnum mig og fékk óþörf fyrir Danmörku, missti starfi og heilsuna. En hér sjáum við á vinstri hönd vegg, þar sem að það svona virðist vera grúbúinn eða vel búinn Evrópumaður og skýrir sér gagnvart sólinni. Hægra megin er líklega blökkudrengur með astma fyrir sinni kerru og opinn og berskjaldbráð gagnvart sólinni. Hér er stækkað bara upp lítinn búta af mynd Vínfelds, þarna stemningunni á höfnina, þarna gæti hans Jónatan verið að þó að ég taklið á hestinum og maður með hattinn skýrir sér undan ærbandi, skýrir sér fyrir ærbandi sólinu með hlíf. Þetta er Government House eða landstjórabyggingin í St. Croix í Kristjánsted og hún hefur reyndar verið byggð í nokkrum áfengum, geysilega glæsilega bygging og þarna hafa landstjórar, herrarnir sem eru með annan fótinn í sykurræktun búið en nú er þetta opinber bústaður, þarna koma Bandaríkjaforsetar og Danadrottningar og það eru opinberi gestir. En það er eitthvað svona furðulega tengsl oft stundum finnst mann á milli St. Croix á Íslands og þarna eru slangur af höggmyndum Thorvaldsens af því að talið er löngu eftir tíð hans Jónatans náttúrulega og einn stiftamtmaður á Íslandi, von Kröck, var líka landstjóri á St. Croix. En það er svona sérkjölegir leini þræður stundum finnst manni að það er ekki bara hans Jónatan sem tengir þess að tvo hluta. Hér er Kaupmannahöfn, drengurinn fer til Íslands 7 ára, hann virðist að vera skilinn eftir þegar slektið fór, eigendurnir og móður hans sem var húsfæll og eigendurnir þurftu að hafa þræla með sér í skipunum. Þetta voru langar siglingar og sjóveiki og þurftu að gefa herrunum mat og dekra við þá. Þessum hefur oft húsfælana með sér til Danmörku. En nokkur seinna er eins og hans Jónatan sé sóttur eða hann settur í eitt af skipunum. Þetta er skemmtilega falleg mynd af Kaupmannahöfn. Maður sér þarna hvað hann er berskjölduð fyrir sjóherju, en það koma hér mjög í sögu. Og þarna er einn af Simmelmann-höfnunum í Kaupmannahöfn við Breiðgarði og þarna hafa bækistæðar stöðvar Simmelmannsveldisins verið. Simmelmann-ættin sem var hálfþýsk, hálfdansk, átti miklar eignir og aukaðist mikið á sykurtímanum og líklegt að hans Jónatan hafi verið þarna með annan fótinn. Þetta er eitt Simmelmanna, kemur ekki beint við okkar sögu en þetta er svona tákgrænt fyrir sykurheiminn að mörgu leyti. Það er oft eins og svartir drengir gegni einhverju tákgrænu hlutverki, þeir eru gjarnan teiknaðir eða málaðir í hlið herranna
og mikið verið skrifað þetta af listfræðingum og fleirum til að undirstrika að negurinn við hlið hvítamannsins sem dregur upp þessar andstæður og hefur upp hvíta herran með sínu dökka útliti og hans grúbúinn. En mikil drama kannski í lífi Hans Jónatans, eitt af þeim, bardagi í skipalæðinni eða árásin á Kaupmannahöfn eins og það stundur kalla af skýrdag 1801. Þetta var ekki langvarandi orusta en Hans Jónatan þá var 17 ára og vill verða frjáls og klár, talar slangur af tungumálum og hann þræll og heyrir undir húshaga á Malíugarði í Kaupmannahöfn rétt hjá þessari Símurmannhöfn en hann vill losna á listinni og sennilega hefur hann litið svo á að það að skrá sig í sjóherinn myndi opna nýjar gáttir eða sýna fram á það að hann væri orðinn frjáls. En það rétt að geta þess að það var ýmislegt að gerast í dönsku lagaumhverfi, þrælahald minnst kosti í Vestur-Indíum var svona líðandi lok vegna nýrra laga í Kaupmannahöfn og þrælaherrarnir þurftu að hugsa sinn gang og Hans Jónatan hefur haft viður af þessu og hugsað sem svo að hann myndi nú kannski verða frjálskortið mjög fljótlega. Nú vill hann láta þetta reyna og fleiri reyndar en þetta þarna rétt fyrir utan Kaupmannahöfn og hann skráði sig í herinn eftir andmæli eiganda síns, frú Zimmermann, þá bóndi hennar látin og hún á hann einn. En hún tekst einhvern veginn að komast í sjóherinn og tekur þátt í þessum bardaga. Þetta var hrikalegt stríð, það féllu þarna 20 manna í fleiri í liði Dana, Bretar höfðu yfirhöndina og þetta málverk, hluti þess á skápunni og bókinni eftir Bötti sem ég veit nú ekki í sjálfu sér en hann samtímamaður þannig að þetta svona eins konar stríðsljósmyndari orðstunnar í Kaupmannahöfn. Hvort þetta málað eftir eða 5 árum eftir, veit ekki nákvæmlega en hann þarna að listamaðurinn að reyna að túlka þennan bardaga sem ákvæmlega nöturlegur og ljótur eins og maður sér. Nú, Hans Jónatan hélt að hann væri þá orðinn frjáls en það var aldrei ekki og eigandans kærir hann fyrst fyrir þjófnað til þess að reyna að negla niður. Það var mjög algengt í þrældómi en það mál gekk einhvern veginn ekki upp og þá flytur hún borgarlegt eða opinbert mál eða hvað heitir og til þess að staðfesta eignarhald sitt á þrennum og það tekst henni og skjölin í þessu máli eru eitt það mikilvægasti upplýsingasjóðurinn sem við komst í þessari vinnu og svo heppinn að komast í samband við Dani sem höfðu aðgangað öllum frumskjölum í gotnesku hötri en höfðu látið slaðið allt inn þannig að ég fékk þetta bara á minni dönsku með nútíma letri og ekkjan vinnur málið og þá hafði Hans Jónatan 15 daga frest til þess að áfrýja en eignalaus þræll gat ekki látið sér dreyma það var áfrýjað máli gegn establishmenti sem hann ekki kontrollið. Það var augljóst að svona réttarhöld málaferli og sviðsetning og hann mátti svo sem vita hvernig þau lyktaði. En þegar 15 dagar eru liðnir allavega þá spyrst ekkert til hans en það var ábyrgð eigandans, frú Zimmermann, að koma böndum á hann og hún virðist ekki hafa treyst sér til þess en eitthvað var spurst fyrir hann á St. Croix nokkur síðar og lögregluyfirvöld þar og svipast eftir honum en funda hann ekki
Þannig að einhverjir voru forvindir hvað hefði orðið af þessum dreng, en í 2 aldir vissu Danir ekki hvað af honum hefði orðið og það svona kemur á daginn seint og síður fyrir hreina tilviljun. En hann fer sem sagt til Djúpavogs, við veitum ekki hvað hann gerir í viltinn, hann geti að sýrt eitthvað annað og síðan bara mynda á Djúpavogi. Sennilega fer hann þangað í gegnum tengsl í Kaupmannahafnarverslun, eða verslun Dana, og hér Djúpavogur á þeim tíma sem Hans Jónatan erðar, langa búð þarna lengst í vinstri sem svona skraut Djúpavogs í dag og ferðamannamiðstöð og kaffihús, byggð 1790 en í einhverjum áfengum. Og hér gerist Hans Jónatan fyrst verslunarmaður, skráist á skjöl eins og þetta með fagurri ritan. Svo fellur verslunarstjórinn, faktorinn frá John Stephenson, eins og hann var kallaður, Jón Stefánsson, og Hans Jónatan tekur við og verslunarstjóri. Það hljóta að teljast merkileg örlög mann sem fellur í þrældómi, hafi strokið á Kaupmannahöfn og losað fléttina sjálfur, stólið sjálfum sér, eins og verjandans orðaði nýttilega í dómsmálinu. Það verður langt að hugsa sér meiri umskipti í lífi manns en þessi, vera fæddur í Álmund, svartur, múletti og setjast að Íslandi og verða verslunarstjóri og síðan bóndi út í sveit eins og svartur í sumarhúsum, bjartur í sumarhúsum. Ég kalla hann svartan í sumarhúsum. En þetta borgargarður þar sem hann bjó, hann giftist Katrínu Antoníusdóttur frá Hálsi utan sveit og þau eignuðust 2 börn. Ég hef reynt að rekja ættartöluna. Þetta kort teiknað af frænda mínum sem nýútskrifað á Listaháskóla Íslands og sumir segja þessi flottasta ættartré sem þið hafið séð. Ég þykir að það vænt það. En þarna Hans Jónatan bleitur í miðjunni og afkomendur hans fyrir neðan. Ég hef þetta kort í bókinni svo að menn geti staðsett nánast alla afkomendur Hans Jónatans ef þeir þekkja síðasta linkinu, svo maður segja, í þessu korti. En það margt á huldu varðandi forfeðurna, himnásinn. Við vitum ekkert afríska upprunan en það kom á daginn að Hans Jónatan hefur átt hálfsystur, dóttur Negra, eins og það kallað, sem hét Andreas. Það kom á daginn bara með því að fletta stafræðinu skjalasafni sem ég komst í hjá sagnfræðingum sem voru að rannsaka þrælabúskapinn á St. Croix. Og svo þarna tilgátur mínar uppruna föðursins sem ég ætla ekki að fjölda með. Hans Jónatan hefur eflaust sett svip á fólk og mannlífið á Íslandi. Ég er einn afkomandi Elísa og sumir afkomandi hafa talað Elísu svipinn og væntanlega þá verið að gefa í skyn að þarna séu svona ákveðin afró einkenni sem að séu ekki algengt í íslenska þýðinu. Og annar afkomandi. Þessar myndir eru oft sýndar til að undirstrika afríska arfinn. Og ein ættarmynd, en bókin hluta til byggð á viðtölum við afkomendur og eitt af því sem ég hugur á viðtal var það hvernig Íslandingar og afkomendur hefðu upplifað það að vera komnir af þessum manni og yfir höfum Íslandingar hvernig tóku þeir manni með þennan uppruna. En ég hef ekki varið neitt annað en jákvætt umtal mannin og hrósað fyrir heiðarleika í viðskiptum og hann giftist glæsilegri konu úr sveitinni og eins og ég sagði, verslunarstjóri og bóndi. En þegar líða tekur að sjálfstæðisbaráttuna skipast veður í lofti og þessi mynd auglýsing frá
frægri sýningu í Tívolí í Kaupmannahöfn 1905, en þá ætluðu Danir að heiðra sína nýlendum sínum heiður, hakkaði öllum saman og sína fólk og hluti og verðning frá öllum nýlendunum, en Íslendingar margir hverjir snerust gegn þessu og funduðu í Kaupmannahöfn og skrifuðu í blöð og vildi ekki sitja sama bekk og negrakettlingar og eskimóar og það voru svona þref milli Dana og Íslendinga skeið, en að lokum náðu menn samkomulagi með því að setja þennan undirtitil, þetta er sem sagt dansk kolóníútstilling Grönland og dansk Vest-Indien samt útstilling frá Ísland og Færeyjum. Við vorum ekki alveg á sama bekk og þannig settist Íslendingar við þetta. En í lokin á þessu eru nokkrar myndir. Þegar ég var að herja þessu sögu, þannig 7 ár sem ég byrjaði að grúska í þessu og ég hef oft lýst í hvernig það var til. Ég sá eitt sjónvarpsþátt í Kaupmannahöfn, ég var staddur í Jónshúsi og bara sagði hann mikið frið eftir það. En hrein tilhugsun, en það er augljóslega margt í mínu áhugasviði sem var höfði því að fóra fast við þetta og þetta er byrjaðstöðum daginn að ég hafði skrifað BA-ritgerð frá Haraldi Ólafssyni í mannfræði 1972 kynþáttaríki. Þannig að áhuginn var alltaf verið til staðar, hugmyndir okkur og hina, fjölbreytileika mannsins, ég er ennþá að skrifa það, fjölbreytileika mannsins. Þannig að það hefur auðvitað kveikt í mér, en þegar ég er svona rétt að fara af stað, þá fer ég á Djúpavogi og tala við fólk og skoða aðstæður og hefur farið að nokkuð sem síðan, en ég ákvað að banka upp á hjá grunnskólabörnum á Djúpavogi og reyna að grafast fyrir það hvernig það myndu teikna hans Jónatans, hvaða mynd það upp af honum. Fæst höfðu reyndar heyrt mikið hann. Það væri ekki hægt að gera þetta í dag eftir að bókin er komin út því að þá er komnar ljósmyndir og alls konar umfjöllun. En ég kom svona tiltölulega hreinu borði að veistu kosti hvað börnin var þarna fyrir 6 árum. Og ég baði að teikna hans Jónatan. Ég sagði að hann hefði komið frá Karíbahafi. Mamman hefði verið svört og frá Afríku. Pappinn hvítur, líklega frá Skandinavíu. Og það voru svona líflegar umræður í hópi barnanna, en skólastjórinn Halldóra leyfði mér að leggja þetta fyrir nokkra bekki og ég er með þau af svona myndum sem ég reynda búin að skila aftur á Djúpavog, svo hafði þetta fyrir sýningu sem hann hefur verið sett upp í framtíðinni. En einn strákur í hópnum spurði hvernig var hann á litinn, lítil spurning frá sjónarmiði barnanna, hann var að teikna með litakortinu sínum og ég gaf ekkert út á það, ég vildi ekki gefa hennar klísur eða fyrirfram og þá sagði annar ef mamman var svört og pappinn gulur, hvort hann hlýtti þá ekki að hafa verið grænn. Og ég sagði eitthvað við hann, ok, hann var bara græn, og svo teiknuðu þau og hér er svona skemmtileg stemning. Þetta er langabúð og eitthvað skip með danskan og íslenskan fána, kjarnafjölskylda og hestvagn. Hér er hans Jónatan svolítið skuggalegur í myndinni. Ég var kannski lesið eitthvað um Tyrkjaránið, en stundum er hann bara ljúfur drengur og næs, svolítið naív. Þetta er ástæða fyrir því að ég pæli þessu með hvernig börnin, hvaða hugmynd börnin gera sér hans Jónatan er meðal annars svo það eru tölvara pælingar í fræðunum, sálfræði, heimspeki, mannfræði og víðar það hvort viðbröðin við hinum eða öðrum séu einhvern veginn greitt í erfðamassa okkar og fyrirfram gefin, að
hvítt fólk hljót eða skynja svart sem eitthvað allt öðruvísi og öfugt og svo spurning sko hvar litrófið nákvæmlega setur einhver föst skil, hvítt, svart, gult eitthvað svona og skipta skoðanir þetta og eins af tilraunum gerðar í blönduðum leikskólum bara að sjá hvað gerist þegar og þetta slíka tilraunir eigast náttúrulega tilraunir eiga sér staðum í leikskólum út allt land þar sem að hvít börn og lituð eða hvaða merki maður notar vinna saman og fósturnar og starffólkið það getur horft á það hvernig koma börnin sér upp einhverjum merkjum eða ekki. En það eins og Hans Jónatan hafi komið hingað svona stundum að víst sem þeldökkum en á dönskunni var það af gúlaktir farveg, dökkleitur, gúlaktir, enda blandaður. En það eins og austfirðingar hafi ekki tekið eftir því eða eins og þeir hafi ekki haft þetta litakort í höfðinu sem að nútíma fólk hefur. Og augljóslega eru alltaf blæbrigði í mannhópnum, það er partur af þróun Darwins og náttúruvanni, það er variation eða breytileiki og alveg undir hæðinætt sko að fólk sé með eitthvað formlegt kort það hvernig eigi að skipa þessum breytileika niður. Og þess vegna er þetta forvinnilegt að sjá hvernig börn arka sig í þessu. En ég haldi ekki lengra en ég gæti spjalla við ykkur ritun þessa vers ef við hafið áhuga, erfiðleika, gögn, skort á gögnum, erindið sem að svona saga á fyrir Ísland í dag og hvað vakti fyrir mér. Augljóslega eins og þið hefði þegar heyrt á það mannlegt drama, óhefju kontrasta í lífið þessa manns og nafni minn að krakka hérna ágæti bók eftir Alex Lassen sem að kveikti í mér. Góða vond, það eftir hvað sjónarinn það hefur. Ég lærði tölustafinni en það svona nýjir straumar alþjóðlega eins og ég stundum sagt, það eins og saga þræla sig að komast á dagskrá. Það eru örfáar ævisögur þræla til, það bara ekki flóknara. Sagnfræðingar eða ævisagnarittar hafa ekki séð ástæðu til þess að skrá sögur þræla og sumar af þessum sögur eru skráðar fyrir sjálfum, sjálfsævisögur og margir kannast við kvikmyndina 12 Years a Slave sem var sýnd hér og fékk helling af Óskarsverðlaunum og þessar nýju sögur og kvikmyndir, Betty, þessar kvikmyndir og bækur sína sko, það er svolítið nýr tónn og ég held að mín bók nærist svolítið á því og má alveg geta þess að ég að semja við University of Chicago Press útgáfu bókarinnar enskri þýðingu þegar ljóst að það gangi upp og það er auðvitað frábært og þar með verða eiga íbúar á St. Croix og Kaupmannahöfn og víða þessar sem að sagan gerist aðgangað þessu drama og það er eitt þeir sem hafi séð myndina 12 Years a Slave, það er eitt augnablik í myndinni sem ég staðnæmdist þegar ég sá hann, það er nánast í lokin þar sem að þrællinn, þetta er sjálfsæfisaga þræls, hann var frjáls og hann var stólinn og en vinur hans hvítur, hefðarmaður, hann hjálpar hann að losna úr ánæðinni eftir mikið drama og það er eins og þegar þessi hvíti vinur kemur á staðinn þá er eins og þrællinn sé fullkominni óvissu það hvort hann er frjáls eða ekki og slíkt augnablik sér maður í lífi Hans Jónatans, hann tekur þátt í bardaganum, hætti lífi sínu fyrir Danmörku og Sigurbarónuna og telur sig vera frjálsan eða minnst þú hefur svona vissar ástæður að það gæti gengið upp og stundar knæpunar í Kaupmannahöfn
vonandi reykist á eitthvað Íslendingar, gæti stýrt heimslands við Ísland, en dómurinn verður síðan formleg staðfesting á því að hann á ekki sjálfan sig og Zimmermann-ekkinni var frjálst að senda hann aftur til samkvæða þess vegna og selja hann. Þetta var reyndar lagalega flókið vegna þess að Danir voru reyndar meðal fyrstu þjóða til að leggja bann við fræðasögum svona í áframtíð. En ég held að stoppi hér og vildi gjarna spjalla þau ykkur. Takk fyrir það. Þetta ævinlega saga og lítur að hafa verið skemmtilegt að rannsaka þetta ævinlega. Og maður svo ánægður og stoltur yfir því hvað Austfirðingar voru víðsýnir á þessum tíma. Þeir eru að teikna hann svo vel og þetta hefur ekki verið að því að virðist svona vandamál þarna hjá þeim. En þetta, manni finnst þetta undarlegt að hann skildi fá að vera þarna í friði af því það svona mikil tengsl við Djúpavog eða mikil kaupmennan á Djúpavogs. Danskir kaupmenn en það engin dæmi að það hefur verið neitt. Þeir hafa verið að slúðra með þetta kaupmannum, en það er komið að nefn. Nei, gagnvart Dönum þá er maðurinn horfinn og þeir eru að skrifa til St. Croix og spyrja hvað hefur skeið með þennan mann sem er söluvara og skila sér. En þetta er svona flókið og ég hef velt þessu mjög mikið fyrir mér og rætt fyrir þau sérfræðingar sem vita miklu meira St. Croix og danska sögu og sagnarköðdómum. En það vill svo til að þessum árum þá eru samskipti Kaupmannahafnar og Íslands stórbulli en venjulega og hann hefur svo líklega haft sambönd við Dana í sjóherðum, kannski eftir þáttökunni Hvalfjarðargöngum og hann dúkar upp á Íslandi 1802 í kompaníi við Stefnandarsins sem kemur úr verslunarslektinu í Kaupmannahöfn. Og svo það líka hitt að því þetta var borgaralegt mál þá heyrði þetta ekki undir lögregluna. Hvar sem það stendur þá hafði enginn umboð til þess að senda lögregluna á hann og skila eða þunga. Eigandinn, þessi Zimmermann í Kaupmannahöfn, var að koma böndum hans sækja með sínum hans tónum og ekki aðstöð til þess og deyr sjálf 1816 og afkomendurnir hafa hennilega það mist áhuga á sögunni. Nú mér þið spyrja og þið mig gætna nefna því ég var aðeins að verða þessum málokinu Gísli Gunnarsson og þannig að ég er ekki að bæta það við. Það er þannig að 2000 og fyrir Hans Jónatan þá ber að athuga að ættarsaga hans og margt yfirkjandi honum kemur þegar fram í bók sem er á Íslandi 1960 ættarauðstöðingar. Sá sem safnaði fór til Danmörk og skoðaði skjöld fyrst var prentari, hann nafni Jón Þórðarsson, en kona hans var langafa átti Hans Jónatan fyrir langafa. Það er athyglisvert fyrir bók að hann er að reyna að sanna það að móðir Hans Jónatans hafa verið múlati til þess að gera sér minnst úr svertingablóði Jóhannu konunnar. Ég hann gaf mér ættarauðstöð í Íslandi og lengi vel, ég var ekki náttúrulega tvítur þegar ég þetta og sérna aðtuga þetta. Og síðan það, ég skrifaði þetta niður 1905. En þá var búið að fara ættarmót á Ásbrúsfirði á öllum stöðum með ákomanda Hans Jónatans. 2005. Já, Djúpavogi held ég. Eða Stöðvarfirði, ég er ekki alveg viss. Bæði. Og það er til á það er vefrit það. Og þetta er það sem að gerist 2005. Ég skrifa ekki niður 2007-2005. Yfirlít skilti mínu sögu Hans Jónatans með Dönum 2001. Dagana til 2005
mæ til 15.7. dvaldi ég í Kaupmannahöfn til heimleikja málfríðardóttur mín og Bílíu Tindasson. Og aðalega til að gæta hans. En hann var síðan eina viku gestur við Sarkvík, gamla vinnustæðin minn. Snemma morgunsum tímabili, senn á tímabilinu 7. júní til 14. júní, heyrði ég í morgunútvarpinu danska ásamt Bílíu, frásögn Ingmar Merite Blomqvist af réttarhöldunum yfir hans 1802 þegar hann dæmdur þræll. Hún lauk frásögninu orðunum, ekki vitað aldris hans Jónatans eftir þetta. Þá var ég það vissi ég veit allt það. Ég átt hann ekki eftir hans og ákomundur. Hún að bakkingu Bílíu hringdi ég Ingi Merit í Danmarks Radio þegar ég stáðfekk símanúmer 1 og hýntaði sagði ég fyrst hans var ljóð hans og Ingi Merit valfjölga fjöldum og sá frásögnum ekki hvað sagði hann þegar eitt erindi eftir hjá Danmarks Radio hún verður þar lausráð en verður að vera í annan starf. Ég myndi segja það sem örlögum af Jónatans í síðasta erindi. Þetta var 2000. Sem yrði nokkrum dögum síðar, sem hún gerði á erindi hlustaði ég. Ég sendi Ingi Merit Ingi Skagg sumarið 2000 verði öll dagsett 1. ágúst 2000 nema eitt dagsett 1. október hefur það sannlega byggt til Alex Brands. Áhugamaður danska þræla fyrir tímum sjálfstæði kvikmyndagerðarmaðurinn Alex Brands Larsen hlustaði einnig á erindi Ingi Merit. 4. september sama ár fluttist tölvupyrir frá Alex og gaf ég honum áfram ýmis ráð og daginn eftir sendi ég honum tölvupyrir þess ég gat að beðið Ingi Merit að láta Alex á afrit þeirra gögnum sem hann hafði sendt henni. 4. september fekk ég tölvupyrir frá Alex þar sem hann kostaði við öllgögnum frá Ingi Merit og fann þau harla merkilega og vildi vita meira og koma með spurningar. Já, má ég sko þetta er ekki nauðsynlegt saman. Nei, þetta er ekki nauðsynlegt. Og allt í veg. Það er þannig að hann skrifar bók sem er þessi Slavinni slægt og það er kafli hans Jónatan. Og viðvíkjandi því sem gerði hans Jónatan þá hann bara komið þessi að sko hann býr að það kemur Gísla Pálssyni, ég veist ekki nákvæmlega orðar sem hann kemur til Íslands, en hann 1815-16 hann skráður í mannfæð 1800